Sótt var að atvinnuvegaráðherra á Alþingi í dag þegar hún mælti fyrir frumvarpi veiðigjald. Þingmenn stjórnarandstöðunnar óttast neikvæð áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki og landsbyggðina. Ísraelsk stjórnvöld hafa samþykkt að taka yfir Gazasvæðið og neyða íbúa á brott. Þetta hafa erlendir miðlar eftir ísraelskum embættismönnum. Árásir Ísraelshers verða hertar, segir forsætisráðherra landsins. Strandveiðar hófust í dag og mikið að vera í höfnum landsins. 40 bátar sigldu út frá Bolungarvík í morgun. Íslenskir kvikmyndaframleiðendur segja óvissu ríkja eftir að Bandaríkjaforseti boðaði 100% toll á kvikmyndir framleiddar utan Bandaríkjanna. Ákvörðunin geti haft veruleg áhrif hér á landi. Á annað 100.000 gestir koma til Húsavíkur á sumrin til að fara í hvalaskoðun. Mikil umferð er hafnasvæðið og hefur sveitarfélagið hafið gjaldtöku á bílastæðum. Gott kvöld. Veiðigjald gæti skilað allt að 10 milljörðum aukalega í ríkissjóð samkvæmt frumvarpi sem atvinnuvegaráðherra mælti fyrir á Alþingi í dag. Ráðherra segir að með þessum breytingum sé verið að tryggja þjóðinni réttlátari auðlindagjöld og að þau standi undir kostnaði við rannsóknir og eftirlit með fiskveiðum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu málið, sögðu það grafa undan fjárfestingu í greininni og það bitnaði verst á landsbyggðinni. Markmiðið með þeim breytingum á lögum veiðigjald sem hér eru lagðar til að leiðrétta útreikninga á veiðigjaldinu og tryggja að það endurspegli raunverulegt markaðsverð. Það er enn óskýr aðgreining á milli veiða og vinnslu. Enn erum við að leggja gjald á afurðaverð, ekki hráefnisverð og enn skortir hvata til að vinna verðmæti innanlands. Áhyggjurnar liggja kannski ekki mest hjá endilega stærstu aðilunum, stærstu 5, 6, 7 fyrirtækjunum. Það liggja kannski meira jafnvel hjá öðrum. Klárum þetta mál. Leiðrétting er alla jafna. Ég held að það sé bara almennu málskilningur annars vegar, en síðan getum við bara spurt Árnastofnun hins vegar hvað leiðrétting er. Og enn er rætt veiðigjald á Alþingi. Þar er Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður og hefur fylgst með umræðunni. Anna Lilja, voru viðbrögðin á þá leið sem búist var við? Já, Heiðar, þau voru það má eiginlega segja það. Nú, stjórnarliða voru nokkuð samstíga í stuðningi sínu við frumvarpið og töluðu leiðréttingu, en stjórnarandstaðan var einnig mjög samstíga en notaði nokkuð annað orðalag og talaði kollsteypu. En hér eru 2 alþingismenn, Jens Garðar Helgason, Arna Lára Jónsdóttir. Bara í einni setningu, Jens Garðar, af hverju ertu mótfallinn sem frumvarpið? Hér er stórfelld skattahækkun, nánast tvöföldun á sköttum á eina atvinnugrein og án þess að það liggi fyrir nokkra greiningar, almennilega greiningar á áhrifum þess. Arna Lára, þú fær sama verkefni, af hverju ert þú meðmælt þessu frumvarpi? Já, hér er bara einfaldlega að vera að leiðrétta veiðigjöldin og að þjóðin fái réttláta hlutdeild á arði sínum á arði greinarinnar og þetta er ekki stórfelld skattahækkun eins og Jens Garðar bendir hér á. En Jens Garðar, þú og fleiri þingmenn stjórnarandstöðunnar þegar við lýst yfir áhyggjum þetta muni auka samþjöppun að smærri fyrirtækin, þau ráði einfaldlega ekkert við þetta. Er það eitthvað náttúrulögmál? Já, þegar þú tvöfaldar álögur á eina atvinnugrein þá hlýtur það að gerast. Það segir sig sjálft, alveg sama hvað atvinnugrein það er. Ef að skattar tvöfaldast þá þurfa fyrirtækin að bregðast við. Það eru 26 sveitarfélög sem senda inn umsagnir og það eru allar neikvæðar og ásamt mörgum samtökum, félagasamtökum og nýsköpunar og tæknifyrirtækjum sem sendir umsagnir, það er allar í sömu átt. Það ætti að segja ríkisstjórninni, þau þurfa að skoða máli betur, það þarf að gera frekari greiningar og það verður að vinna þetta betur. Það er bara þannig. Arna Lára, hefur máli verið undirbúið og unnið nægilega vel? Já, ég bara þora fullur það hafa aldrei legið miklar og vandaða greiningar bak við breytingu á veiðigjaldi sem nú er gert og mér langar líka bara að benda að 67% af greiðslu veiðigjalda lendir á 10 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum. Þannig að og það eru heldur 30 stærstu sem borga 90% af veiðigjöldunum. Þannig að það eru heilmikla greiningar sem liggja þarna baki og eru í frumvarpsdrögunum. Þetta mál verður væntanlega ekki leitt til lykta hér í þessu fréttatíma og kannski heldur ekki á Alþingi í kvöld en við kveðjum héðan. Takk fyrir það, Anna Lilja. Við eigum vantilega eftir að heyra meira af þessu næstu daga og vikur.
Ísraelsk stjórnvöld hafa samþykkt áætlun að taka yfir Gazasvæðið og skipa íbúum á brott. Áform hertar árásir hafa verið gagnrýnd víða í Evrópu. Í 9 vikur hefur engin neyðaraðstoð borist inn á Gaza, hvorki matur né aðrar nauðsynjar. مش خايفين من الموت من الصواريخ. خايفين من الجوع بس إنه نجوع فعلا. نموت أولادنا يموتوا قدامنا جوع. Au niveau du matériel médical, au niveau des médicaments, on va être en rupture en fait de tout ce qui est essentiel pour pouvoir faire tourner un hôpital, pour pouvoir traiter nos patients. Sjúklinga eins og þessa fjölskyldu sem hlaut alvarleg brunasár þegar heimilið þeirra var sprengt. Og nú stendur til að herða árásir enn frekar. אתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. Hermenn verða ekki sendir inn á Gaza til þess að hörfa þaðan aftur, segir Netanyahu, án þess að útskýra það nánar. Í dag hefur fjölmiðlafólk verið upplýst að stjórnin hafi samþykkt að taka yfir Gazasvæðið. Netanyahu sagði það ekki beinum orðum í ávarpi sínu en staðfesti að íbúum verði skipað á brott. Þá vilja ísraelsk stjórnvöld ná stjórn á innflutningi og dreifingu mannúðaraðstoðar, nokkuð sem hjálparsamtökum hugnast ekki. This plan that was presented is not in line with the humanitarian principles, and giving more operational control to a party to the conflict would risk aid not reaching the vulnerable people who actually need this aid the most. Ólafur Ragnarsdóttir, velkomin. Það orðið yfirlýst markmið stjórnvalda í Ísrael að taka yfir Gaza? Við getum ekki alveg svona slegið því föstu endilega. Þessar fregnir í dag hafa allar komið eftir svona óformlegri leiðum, en fjölmiðlamenn sem eru staddir til dæmis í Ísrael segjast hafa fengið upplýsingar þetta beint frá embættismönnum. En það líka samt alveg ljóst á málflutningi Netanyahus að það stendur til að taka yfir landsvæði. Hann segir þarna herinn verið sendur inn en ekki til þess að hörfa aftur tilbaka. Og svo staðfesti hann líka í ávarpinu sínu að fólk verði flutt á brott. Þó við vitum kannski ekki alveg hvernig eða hvenar eða hvert. En þetta stríð hófst náttúrulega fyrir rúmu 1,5 ári og ísraelsk stjórnvöld hafa enn ekki náð sínum yfirlýstu markmiðum sem eru að útrýma Hamas og endurheimta gíslana, og Netanyahu undir miklum þrýstingi úr öllum áttum, en í næstu viku þá kemur Donald Trump, Bandaríkjaforseti, í heimsókn til Miðausturlanda og við getum alveg sagt að séu líkur á því að þetta sé allt saman gert til þess að stilla Hamas upp við vegg og fá svo blessun hjá Bandaríkjaforseta fyrir þessum áætlunum. En hver hafa viðbrögð alþjóðasamfélagsins verið við þessum vendingum? Þau hafa verið svona nokkuð hörð sérstaklega við þeim fregnum sem voru staðfest í gær og Netanyahu sagði á ávarpinu áðan að nú verði árásir hertar en frekar. Og forsætisráðherra Írlands, hann sagði meðal annars að meðferðin á íbúum Gaza sé fyrirlitleg, og þetta svona málflutningur sem maður hefur alveg verið að heyra, ekki bara hér í Íslandi, bara víðar, að þetta sé nú ótrúlegt að horfa upp á þetta og verði ekki lengur við unnað, en samt einhvern veginn gerist ekki neitt. Og við spurðum utanríkisráðherra því hvers vegna hún héldi að svo væri. Við þurfum að vinna miklu meiri samstöðu. Það eru bara ýmsir hagsmunir meðal stórveldana í dag sem að knýja mjög ómannulega afstöðu fram, eins og hún blasir við í dag. Það eru aðrir kraftar og meiri sem að því miður ráða allt og miklu í heiminum í dag. Og þess vegna erum við að upplifa stríð við botni Miðjarðarhafs, í Úkraínu og á fleiri stöðum. Ráðherrar í nýrri ríkisstjórn Þýskalands undirrituðu stjórnarsáttmála í dag og nýtt ráðuneyti tekur við á morgun. Kristilegir demókratar og sósíaldemókratar mynda nýja stjórn, þótt sósíaldemókratar hafi tapað stórt í þingkosningunum í febrúar. Olaf Scholz, fráfarandi kanslari, vék sem leiðtogi sósíaldemókrata og verður ekki ráðherra í nýrri stjórn. Friedrich Merz, verðandi kanslari og fyrrum keppinautur Angelu Merkel innan kristilegra demókrata, sagði við undirritun sáttmálans í morgun að Þjóðverjar lifðu mikla umbrotatíma. Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden Wechsels, eines tiefen Umbruchs. Und wir leben in Zeiten großer Verunsicherung. Und deswegen wissen wir, dass es unsere geradezu historische Verpflichtung ist, diese Koalition zum Erfolg zu führen. Wir sind dazu gemeinsam entschlossen.
Óvissa ríkir innan kvikmyndaiðnaðarins eftir að Bandaríkjaforseti tilkynnti að hann hygðist leggja 100% toll á kvikmyndir sem framleiddar eru utan Bandaríkjanna. Framleiðendur hér á landi segja þetta verða enn eitt höggið fyrir kvikmyndaframleiðsluna. Kvikmyndaiðnaðurinn í Ameríku að deyja mjög hröðum dauðdaga, sagði Donald Trump á samfélagsmiðlum í gær, áður en hann boðaði himinháa tolla og kvikmyndir framleiddar utan landsteinanna. Hann tók þó ekki fram hvernig framkvæmdin yrði, né hvernig hún myndi gagnast kvikmyndaiðnaðinum. Vá, ég held bara svona fyrst þegar maður sér allar fréttir með Trump, þá maður náttúrulega alltaf að hugsa bara hvaða vitleysa þetta. En svo einhvern veginn þegar maður fyrir að hugsa það, þá sér maður alltaf betur og betur hvað þetta í raun og veru illframkvæmanlegt, hvað þýðir þetta, hvað hann að tala um? Hann að tala bara myndir sem eru framleiddar, amerískar bíómyndir sem eru framleiddar í Evrópu? Þetta ekkert eitthvað sem eins einfalt eins og að setja tolla á agúrkur eða eitthvað skilum. Ég held að hafi verst áhrif á bandaríska iðnaðinn, ekki innan íslenska, heldur þann bandaríska. Þetta mun öllum líkindum setja þessi stúdíó bara golf. Því að þetta ef að færa framleiðslu inn í Bandaríkja, þá mun framleiðslukostnaður hækka svo mikið, fyrir þannig að hann mun takmarka svo hvar á að taka James Bond eða hvar á að taka þessar myndir sem gerast allan heim. Bandarísku kvikmyndaverin hafa leitað í meiri mæli út fyrir Bandaríkin síðustu ár til að mynda vegna sterkrar stöðu Bandaríkjadals. Eins hefur skattaumhverfi og endurgreiðsla á skatti, til dæmis hér á Íslandi, laðað framleiðendur annað. Og þetta getur þýtt svo margt fyrir okkur. Það eru mörg fyrirtækin á Íslandi sem eru í svo kallari servicevinnu, eru að vinna öll þessi stóru amerísku verkefni. Það mun hafa gríðarlega mikil áhrif á þau verkefni. Ég held að þetta getur haft verulega slæm áhrif og líka þau plön sem að ríkisstjórnin hefur verið að daðra við. Ég held að þetta tvennt gæti gefið okkur róttök ef bæði yrði. Óvissan mesti óvinur kvikmyndaframleiðslunnar. Og ég held að þetta óvissan sé kannski mestu áhrifin sem að verða af þessu, að því að veit enginn hvað framöndan eða hvernig á að díla við þetta. Það var líf og fjör víða við bryggjur landsins á fyrsta degi strandveiða. Metfjöldi strandveiðileyfa var gefin út í ár eða 780 leyfi og það heimilt að veiða 12 daga í mánuði frá maí og fram í ágúst. Hér í Bolungarvík verið að landa fyrsta strandveiðiafla sumarsins. 40 bátar fóru út í morgun en strandveiðisjómennir sem ég hef talað við í morgun ganga ekki að neinu gefnu þegar kemur að veiðidögum tímabilsins. Oddur Ólafsson var einn þeirra fjölmörgu strandveiðimanna sem lönduðu afla sínum í Bolungarvík. Veiðin gekk að sögn bærilega en hann enn nokkuð efins dagafjöldan. Hvernig líst þér á vertíðina fyrir sumarið? Ég veit svo sem ekkert meir hana heldur en bara einhver annar. Það ekkert búið að segja mig hvað ég fæ marga daga, ekki ennþá. Þú treystir ekki ennþá að þið fáið 48? Nei, ég get ekki treyst í fyrir að alveg búið að festa það bara, að ég fái það. Hann segir það ekki gefið að ná þessum 12 dögum í mánuði. Það fari allt eftir veðri og vindum. Aðeins má veiða mánudag til fimmtudags, svo það getur verið gott að taka daginn snemma. Það fer svona 4 á nóttinni og búin að hátíða, það bara geggjað. Aðrir stressuðu sig minna á pólitíkinni og héldu sínu striki. Ekki alltaf sami grautur í skálunni, sama hver að stjórna. Ef alltaf landa hér og keyrt inn í dyr, nú ætla ég að liggja hér og fara héðan. Það léttara. Fólk sem dvelur að vetralagi í gamla bænum í Súðavík setur ekki aðeins sjálft sig í hættu, heldur líka viðbragðsaðila. Á málþingi ofanflóða á Ísafirði í dag ræddu fræðimenn og stjórnvöld áhrif snjóflóða á samfélög og hvernig hægt að verjast þeim. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður fylgdist með í dag. Greta, hvað bar hæst á málþinginu í dag? Já, hérna á málþinginu voru saman komnir bæði ráðamenn og sérfræðingar í ofanflóðavörnum, en kannski síðast en ekki síst Vestfirðingar og aðrir sem hafa reynt á eigin skinni þegar að snjóflóð fellur á bæinn þeirra. Og það sem bar hæst þessi umræða sem hefur verið í gangi hérna í kringum Súðavík, að fólk hefur verið að dvelja í gömlu húsunum sem eru á hættusvæði á þeim árstíma þegar það bannað. Og fólk hefur á þessu miklar áhyggjur, en það þurfa viðbragðsaðilar geta átt á hættu. Það ekki fylgst með snjóflóðahættu þar og viðbragðsaðilar geta átt á hættu og þurfa að fara þangað inn að leita að fólki. Við fylgdum
málþingsgestum í vettvangsferð á Flateyri í dag og Hlynur Hafberg, lögregluþjónn á Vestfjörðum, sagði okkur aðeins frá þessu. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja. Það datt engum í hug í kjölfar flóðana, þessara mannskæðu hræðilegu flóða, að nokkur myndi detta í hug að fara gegn þessum skilyrðum, þessari kvöð. En það hefur fæst í vöxt undanfarin ár að fólk að skirrast við og dvelja í þessum húsum á hættusvæði yfir vetrartímann, og þó að lögreglan hafi engar sérstakar skyldur til að tryggja það sé enginn í byggðinni, þá höfum við samt farið þarna og minnt fólk á að þarna sé dvöl bönnuð. Sumir hafa svarað okkur því að þeim sé fullkunnugt að dvölin sé bönnuð, en þau ætla bara að meta það sjálf hvort það sé óhætt að vera í húsunum eða ekki. Það kom einnig fram í máli ráðherra að það stæði til að endurskoða þau úrræði sem lögregla hefur. En hvaða úrræði hafið þið í dag þegar fólk að dvelja í þessum húsum? Við höfum reyndar engin úrræði. Veðurstofan hún ekki að fylgjast með snjóflóðahættu í gömlu byggðinni í Súðavík, en það á engin að vera. Eina sem við gerum, lögreglan, að banka upp á þegar einhver í húsunum á banntíma og minna það á það. En af því að það engin lög eða reglugerð sem bannar dvöl, þetta bara bundið í kaupsamningi eða afsali, þannig að við þurfum að gera betur. Þetta er rauninni handónýt ráðstöfun. Já, handónýt ráðstöfun segir Hlynur, en það í endurskoðun innan ráðuneytisins eins og í rauninni margt annað á þessum 30 ára tímamótum frá því að 34 létust í snjóflóðum á Súðavík og Flateyri. Nú að störfum rannsóknarnefnd snjóflóðin á Flateyri og hjá mér formaður nefndarinnar, Finnur Þór Vilhjálmsson. Geturðu sagt okkur aðeins hvernig að velta þessu fyrir sér hérna á Vestfjörðum eins og þið gerðið í dag? Já, þetta hefur náttúrulega verið mjög áhugaverður dagur og áhugaverður og átakanlegur, og það að segja það að fá að heyra í fólki sem hefur reynslu af þessu og segja frá sinni upplifun, og bæði þá einmitt frá sérfræðingum sem hafa fjallað þetta frá ýmsum hliðum og líka heimamönnum, þannig að þetta búið að vera áhugavert. Og þið verðið hér í vettvangsferð í Súðavík, það ekki? Jú, við í nefndinni komumst á snúður þessa ráðstefnu einhvern veginn í vetur og sáum strax að þetta var eitthvað sem væri ráðlegt fyrir okkur að sækja, og svo ætlum við á miðvikudag og fimmtudag að dælast áfram við störf og skoða þá gögn og vegna rannsóknarinnar, og líka í því skyni að gefa það fólki svæðinu kost á að hafa samband við okkur og tala við okkur eða vill, að þá verðum við á miðvikudag og fimmtudag, og það hægt að ná sambandi við okkur gegnum það leiðir sem sagt frá heimasíðu nefndarinnar sem aðgengilega á rna.alþingi.is. Þannig að við verðum hér við störf eftir að ráðstefnunni lýkur. Takk fyrir það, og já, þeir sem að þekkja til geta sagt þeim nýtt tækifærið og sagt þeim frá aðstæðum, en við þökkum fyrir okkur hérna úr frá Vestfjörðum. Takk fyrir það, Greta Sigríður. Og mikill fjöldi ferðamanna leggur leið sína á hafnarsvæðið á Húsavík á sumrin og því fylgir töluverður erill. Í tilraun til að draga úr umferð hefur gjaldskylda verið tekin upp á völdum svæðum. Það má vel merkja aukna umferð hérna í miðbæ Húsavíkur þó að sumarið sé nú ekki alveg byrjað, en hún bara eftir að aukast eftir sem líður á sumarið, og við þessu hefur sveitarfélagið ákveðið að bregðast með því að taka upp gjaldskyldu á völdum stöðum í miðbænum. Gjaldskyldan tilraunaverkefni til eins árs og hófstum mánaðamótin. Markmiðið að stýra umferð ferðamanna ofar í bæinn og stuðla að frekari umferð gangandi miðbæinn. Það er hérna á hafnarsvæðinu það koma 120.000 manns í hvalaskoðun og 200.000 sem koma til Húsavíkur sem ferðaþjónustustaður, og það talsvert bílastæðum hérna ofar í bænum. Eru eitthvað fordæmi fyrir svona gjaldtöku í svona minni bæjarfélögum, veistu það? Nei, ég held nú ekki. Ég held að við séum kannski bara svolítið ryðja braut hérna á þessum minni stöðum þar sem samt vaxandi ferðaþjónusta.
Hjálmar telur breytingarnar ekki eftir að hafa áhrif á aðgengi á hafnasvæðinu. Stæði fyrir hreyfihamlaða verði áfram á sínum stað fyrir þau sem það þurfi. Hann segir íbúa almennt hafa tekið vel í hugmyndina. Eru hérna rekstrar aðilar, ferðaþjónustu aðilar, stofnanir og fyrirtæki og útgerðir sem við þurfum auðvitað að taka tillit til og þurfum að skoða það í samstarfi við þá sem eru hérna með þjónustu fyrir. En við bara endurmetum stöðuna eftir sumarið í sumar og skoðum hvað kemur út úr þessari tilraun. Hvað finnst þér að það eigi að fara að taka upp gjaldskyldu á svona völdum bílastæðum í bænum? Ég held að það sé bara mjög eðlilegt. Því að það er nú svo stundum yfir sumarið hérna að við fáum ekki bílastæði sjálf hérna heima. En þetta er svo lítið bæjarfélag. Ég held að það hefði verið hægt að bjarga þessu öðruvísi. Þannig að beina kannski umferðinni kannski með ákveðnum skiltum og leiðbeiningum. Það kannski hefði verið nóg. Mér líst bara mjög vel á það. Ég myndi nú jafnvel kannski nánast vilja ganga svo langt að banna bílaumferð hérna niður á höfninni. Það er að segja sko svona casual bílaumferð sko. Það er svona einhvern veginn að takmarkana hérna niður frá því að það er gríðarlega umferð hérna og mikið mannmergð hérna á sumrin og kannski bara svona tímaspursmál hvernig það kemur eitthvað upp á eða eitthvað jafnvel sko. Það er mikið af ferðafólki og mikið að vera á bryggjunni. Og bara fínt aðeins að stjórna umferðinni, að fullt af lausum bílastæðum hérna út alla bæ, stýra svolítið umferðin þangað, þannig ég held sér bara jákvætt. Bergsteinn, hvað ætlar að bjóða upp á Kastljósi? Það eru veiðigjöldin, fyrsta umræða hóstum þau á Alþingi í dag og ég held að hún standi eitthvað fram á kvöld að þegar gert ráð fyrir. Kræktum í þá Sigmar Guðmundsson og Bergþór Ólason sem ætla að koma hérna á eftir og ræða aðeins þau. Fáum líka hollráð fyrir sumarskokkið frá einum fremsta langhlaupara landsins og svo kíkjum við á þetta merkilega sýningu sem var opnuð í Gerðarsafni helgina. Takk fyrir það, fylgjumst með því. En lítum til veðurs. Það verða suðlægir vindar sem leika landið þessa vikuna og það getur orðið nokkuð hvasst á köflum. Til að byrja með verður loftið fremur rakt og milt með rigningu á köflum sunnan og vestanlands á meðan íbúar á norður- og austurlandi fá bæði bjartasta og hlýjasta veðrið. Kaldara loft mun hins vegar ná til landsins síðar í vikunni. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. ISÍ hleypti í dag afreksmiðstöð Íslands í Laugardal af stokkunum. Miðstöðin er ætlað að vera stjórnstöð afreksíþróttastarfs á Íslandi. Leið var tilkynnt að Vésteinn Hafsteinsson léti af störfum sem afreksstjóri. Ég get bara að lofa ykkur því að ef þetta vinnur allt saman, þá kemur gullið. Haukar í lykilstöðu í úrslitakeppni úrvalsdeildar kvenna í körfubolta eftir sigur á Njarðvík í öðrum úrslitaleik liðanna í gærkvöldi. Í bestu deildinni í fótbolta vann FH sinn fyrsta leik í sumar. Og Bjarki Már Elísson hefur bæst í landsliðshóp Íslands í handbolta fyrir lokaleik í undankeppni EM. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Rennum yfir helstu fréttirnar. Sótt var að atvinnuvegaráðherra á Alþingi í dag þegar hún mælti fyrir frumvarpi veiðigjald. Þingmenn stjórnarandstöðunnar óttast neikvæð áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki og landsbyggðina. Ísraelsk stjórnvöld hafa samþykkt að taka yfir Gazasvæðið og neyða íbúa á brott. Þetta hafa erlendir miðlar eftir ísraelskum embættismönnum. Strandveiðar hófust í dag og mikið að vera í höfnum landsins. 40 bátar sigldu út frá Bolungarvík í morgun. Íslenskir kvikmyndaframleiðendur segja óvissu ríkja eftir að Bandaríkjaforseti boðaði 100% tolla á kvikmyndir framleiddar utan Bandaríkjanna. Ákvörðunin geti haft verulega áhrif hér á landi. Þessum fréttatíma er að ljúka og það kom að íþróttum veðri og Kastljósi. Við minnum á silfrið þar sem góðir gestir verða eftir 10 fréttir. Nýjustu fréttir alltaf á RÚV.is og það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruv.is. Verið sæl.